að segja var raunverulega hvernig þarna, að því ég var að tala við þennan Ímark hóp og þá kannski gerði ég ráð fyrir að áhuginn væri kannski mestur á því hvernig Meniga hefur náð að markaðssetja sig á erlendum markaði. Við erum náttúrulega byrjun sem lítið sprotafyrirtæki upp á Íslandi og það þarf að sýna svolítið hugkvæmni til að koma síðan þessari vöru og þessu fyrirtæki á framfæri við markaðinn úti. Og það sem kannski mikilvægast í því að vera með plan. Þú þarft að vera með fyrir það fyrsta vöru sem að hendar þeim markaði sem þú ert að fara á. Það þarf klárlega að vera eftirspurn eftir henni og hún þarf þá að skara fram úr á einhverju sviði og svo þarftu náttúrulega að ná til hlustendana að þeirra kúnna sem að þú ætlast til að sýni vörun áhuga, sem í okkar tilviki eru aðalega bankar og fjármálafyrirtæki í Evrópu. Við ákváðum að einbeita okkur fyrst að Skandinavíu og Þýskalandi og þar eru þar raunverulega byrjuðu okkar markaðsstarf. Við stofnuðum snemma markaðsskrifstofu í Stokkhólmi og réðum þar gott fólk með okkur til að selja vöruna og svo höfum við kannski mest beitt bara beinni markaðssetningu. Við höfum bara nálgast fólki á fundum og boðað menn á fund til okkar. Við höfum nálgast kúnnana í gegnum ráðstefnur sem hafa reynst okkur mjög farsælar og þá bæði með því að vera með kynningabása og að vera með fyrirlestra. Og við höfum lagt mikið metnað í að vera með mjög góða fyrirlestra á svona ráðstefnum og teljum að það sé mjög brýnt til að ná raunverulega eyrum þeirra sem við viljum að hlusta á okkur. Og þá náttúrulega skiptir miklu máli að vera líka búin að velja þær ráðstefnur sem líklegast að þinn hlustendahópur sæki. Þannig að þetta kannski svona í hnotskurn það sem ég var að útskýra hér í dag.